Gleðilegan konundag. Það einhverjum konur sem fengur blóm í dag. Það eru einhverjar. Í kvöld þá ætlum við að skoða hlutverk systarinnar Mörtu og Maríu í Guðsdómsdagsins. Og það er sjálfsögðu Óskar Einarsson og Kór Lindakirkju sem að leiða sönginn og þið takjum það með undir. Og við skulum hefja stundina að signa okkur og biðja saman. Nokkuð Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo biðjum saman upphafsbænina. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra að þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orð. Drottinn, heyr þú lokkur mín á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taka framförum í kristilegum hugarfæri lífið. Bæn það á Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Lova sig min man,
Kristur miskunnað oss. Drottinn miskunnað oss. Þá er fyrri ritningalesturinn, hann úr Davíðssálmum. Drottinn, hver fær að leita hælis í tjaldi þínu? Hver má dveljast á þínu heilaga fjalli? Sá sem gengur í flekkleysi og ástundar réttlæti og talar sannleika af hjarta. Sá sem ekki ber út róm með tungu sinni, gerir náunga sínum ekki illt og leiðir ekki skömmu yfir nágrunna sinn. Sá sem fyrirlítur þann sem illa breytir, en heiðrar þá sem óttast Drottinn. Sá sem heldur eina sína, þótt að sé hún til tjóns. Sá sem ekki lánir fé sitt gegn vöxtum og þiggur ekki mútur í máli gegn saklausum. Sá sem gerir þetta er ófylltur að eilífu. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkað. Síðari ritningalesturinn er úr Lúkasarguðspjalli. Lögðu ykkur nokkur stig fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllu mætti þínum, öllum huga þínum og náunga þínu eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt. Ger þú þetta og þú munt lifa. En lögviturinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo: Maður okkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir fletta hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og lét hann eftir dauðum honum. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan Samúel og sá manninn, en sveigði framhjá. Eins kom og Leví þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur er var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjósti hann. Hann gekk til hans, bað sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér aftur hann. Daginn eftir tók hann upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér vant hann og það sem kostar meira til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum? Hann mælti: Sá sem miskunnarverkið gerði á hann. Og Jesús sagði þá við hann: Bar þú og gerið hið sama. Og þannig hljóðar hið heilaga orð.
Jesús í þorp nokkurt og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur Maríu hét og settist hún við fætur Drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sér mesta þjónustu. Hún gekk til á sem mælti: Drottinn, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segðu þú henni að hjálpa mér. En Drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við ætlum að standa áfram og játa trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, Drottinn vor, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndanna, upplýsum mannsins og eilíft líf. Amen. Þið með fólksveit. Yeah.
Síðustu áratugi hefur svo hefð skapast að konum eru gjarnan að gefa blóm á þessum degi. En ef við erum ekki í sambandi eða ekki búin að fá blóm frá okkur, getum við þá ekki alveg keypt okkur bara sjálfar blóm ef okkur langar í. Ég held að eða gert eitthvað annað skemmtilegt í tilefni dagsins. En það getur verið svo þreytandi og niðurbrjótandi að vera sífellt að bíða eftir því að aðrir mæti þörfum okkar. Og það getur verið alveg ómögulegt ef við orðum ekki væntingar okkar og væntum þess jafnvel að fólk lesi hugsanir okkar. Þá hægt á að við verðum bara bitur og beisk, ekki satt? Í sögunni af systrunum Mörtu og Maríu þá segir frá því að Marta hafi boðið Jesú heim. Hún vildi bjóða upp á fínar veitingar og lagði allan hug á veitingum og þjónustu. En María systirnar, sem ég vissum að vera yngri systirinn, hún sest aftur á móti við fætur Jesú og hlýðir á orð hans. Þetta virðist fara eitthvað í taugarnar á Mörtu, sem fer til Jesú og segir: Hirðir þú eigi að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér. Já, Marta hefur líklega verið eldri systirinn, þessi myndarlega og duglega sem var vön að taka ábyrgð á sjálfri sér og jafnvel öllum í kringum sig. Hún ætlast til þess að María aðstoði sig í eldhúsinu, en það kemur ekkert fram í textanum hvort hún var búin að biðja aðstoð eða ekki. Þetta eitthvað annað en stjórnsemi í Mörtu? Það var hún sem bauð Jesú heimsókn, ekki satt? Og ég get ekki betur séð að María hafi líka verið að sinna mikilvægu hlutverki. Hún var að sinna gestinum með því að tala við hann og hlusta á það sem hann hafði að segja. Ætli við höfum ekki mörg segum að hafa okkur eins og Marta og vera að metast hver gerir meira á heimilinu. Ég líka stóra systirinn í minni fjölskyldu. Mér fannst ég oft þurfa að gera miklu meira en yngri systkini mín. Og það kannski bara eðlilegt, kannski ég var ju eldri. En stundum þá má sjá álíka togstreitu í hjónabandinu. Þegar fólk er stuð og samanburð á því hver gerir mest á heimilinu. Og þetta getur líka gerst á vinnustöðum. Við höfum öll ákveðum hlutverkum og skyldum að gegna. Það þarf að þvo þvott, það þarf að elda mat, þrífa og sinna mjög skemmtilegum verkum á heimilinu og í vinnunni. Og við getum valið að vinna þessi verk bara af skyldurækni og kvöð, án allra gleði, eða við getum reynt að breyta viðhorfi okkar. Við getum og við megum biðja Guð og heilagan anda að hjálpa okkur að breyta viðhorfinu til skylduverkana. Og þakklæti, það skiptir líka svo miklu máli í þessu samhengi. Við getum og megum aldeilis vera þakklátt fyrir að eiga heimili til að þrífa og föt til að þvo og brjóta saman og mat til að elda. En við megum ekki gleyma því að þurfum ykkur stundum að draga okkur í hlé, eins og María, hvíla okkur og fá andlega næringu. María valdi að hlusta á Jesú og leyfa þeim að næra sig og umbreyta. Og ætli Marta hafi ekki líka þurft á því að halda. Mér þykir það líklegt. En myndin sem við fáum úr guðspjalli dagsins af Mörtu og Maríu er mynd úr daglega lífinu fyrir 2000 árum. Og þetta er tímalaus mynd sem á alltaf við. Prófum að máta okkur sjálf inn í þessa mynd. Ef og þegar við erum meira Mörtumegin, sinnum skyldum okkar á kvöð og án allra gleði, þá er örugglega kominn tími á að velja hlutskipti Maríu. Þá þurfum við að gefa okkur tíma til að
bæði hvílast, líka hlusta á orð Jesú og boðskap hans. Stöndum síðan upp, endurnærð og sinnum störfum okkar af ánægju, Guði til dýrðar og hvert öðru til blessunar. Og ef við þurfum að hjálpa að halda eða ef við viljum fá eitthvað frá einhverjum, þá skulum við biðja það eða koma óskum okkar í orð í stað þess að ætlast til aðrir lesa hugsun okkar. Er það ekki? Það dýrsi Guði Föður og Syni og Heilagan Anda, svo sem var í upphafi, og verður alltaf. Amen. Og nú ætlar hún Katrín Valdís að syngja fyrir okkur lagið Íslenska konan í tilefni dagsins.
okkur. Og svo vil ég líka benda á bænaaltarið hérna aftast. Það hægt að kveikja á kerti fyrir bænarefnum og eins skrifa bænarefni eða þakkarefni á miða og stinga í raunina og svo beðið fyrir öllum bænarefnum á 50. hér í kirkjunni. Þess byrjum við í Jesú nafni og allar bæn okkar felum við bæn sem Jesús kenndi og biður saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við fyrirgefum vorum skuldinauðum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fyrir að líða að lokum hjá okkur í kvöld, en ég vil minna ykkur á að fylgjast með á heimasíðunni, af því nú er allt safnaðarstarfið að fara í gang, hægt og rólega, og það er ýmislegt að vera, bæði fyrir börn og fullorðna. Og næsta sunnudag verður séra Guðnum á hérna við messuna. Þið megið rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Jesú blessaði nafni. Amen. Svo megið standa eða fá okkur sæti og við fáum hér að loka stuðlag, ekki?